Forseti Alþingis ákvað í dag að stöðva umræðu veiðigjaldið og fara beint í atkvæðagreiðslu án umræðu. Stjórnarandstaðan brást afar hart við og sakaði meirihlutanum að hlusta ekki. Dagurinn væri dimmur dagur í þingsögunni. Verður tillagan nú borin umræðulaust undir atkvæði. Lögregla telur sig hafa fundið 36 þolendur mansals í stórri fjölþjóðlegri aðgerð í síðasta mánuði. Langflest höfðu verið seld kynlífsmansali. 30 ár í dag síðan hersveitir Bosníu-Serba réðust inn í Srebrenica og frömdu þjóðarmorð á múslimum. Bosníumaður búsettur hérlendis segir mikilvægt að minnast tímamótanna en eigi eftir að gera voðaverkin upp. Símamótið stærsta fótboltamóti landsins fer nú fram í Kópavogi. 3000 stelpur af öllu landinu spila 1600 fótboltaleiki á 3 dögum. Komið þið sæl. Veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar verður að líkindum afgreitt á morgun eftir lengstu umræður í sögunni. Forseti Alþingis greip til ákvæðis í þingskapalögum til að stöðva aðra umræðu og knýja fram atkvæðagreiðslu. Ekkert þingmál hefur verið rætt lengur en frumvarp ríkisstjórnarinnar veiðigjald. Málþóf stjórnarandstöðunnar hefur staðið í 160 klukkustundir og samningafundir afgreiðslu málsins hafa ekki borið árangur. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sem jafnframt 5. varaforseti þingsins sleit þingfundi fyrirvaralaust seint á miðvikudagskvöld. Fundi slitið. Morguninn eftir flutti forsætisráðherra þinginu yfirlýsingu fordæmalausa stöðu í íslenskum stjórnmálum og hún myndi verja lýðveldið. Fundur settur á Alþingi. Svo var þingfundur settur í dag sem hófst á ræðu forseta Alþingis sem sagði ljóst að ekki yrði komist lengra í viðræðum samkomulag afgreiðslu málsins. Aðkallandi að þingstörfum verði framhaldið og að þingmenn fái tækifæri til þess að taka þátt í þeim í samræmi við hlutverk sitt samkvæmt stjórnarskrá og þingsköpum. Í því ljósi leggur forseti til á grundvelli 2. málsgreinar 71. greinar þingskapa að umræðunni verði hætt. Verður tillagan nú borin umræðulaust undir atkvæði. Forsætisráðherra sagðist virða ákvörðun forseta enda hefði minnihlutinn ekki neitunarvald á Alþingi og undir það tóku aðrir stjórnarliðar. Þingmenn stjórnarandstöðu brugðust hart við. Kristrún Frostadóttir þar með fyrsti forsætisráðherrann í 66 ár sem mistekst að miðla málum á Alþingi. Þetta alvarlegur áfellisdómur fyrir forsætisráðherra, hennar ríkisstjórn og virðingu þeirra fyrir Alþingi Íslendinga. Og maður hlýtur að velta fyrir sér eftir aðdragandann hvort þetta hafi kannski alltaf staðið til, að minnsta kosti frá síðustu mánaðamótum. Því engin forysta ríkisstjórnar getur verið eins léleg í samningum og samskiptum og þessi forysta hefur virst vera. Ég sagði hér í gær að yrði gripið til 71. greinar myndi það hafa þau áhrif að það yrði bergmál inn í allra framtíð hér á þinginu. Og það vandséð að sjá hvernig næstu þingvetrar verða ef þetta fordæmi hér sett. Magnús Geir, hvað varð í raun og veru til þess að þingforseti ákveða að grípa til þessara aðgerða í morgun? Þetta lá svo sem í loftinu eftir ávarp Kristrúnar í gær. Það sem kannski kemur helst á óvart hversu fljótt þau ákveða að taka í gikkinn. Það var opið samtal í gangi í gærkvöldi og við áttum svona von á því að þetta myndi halda áfram í dag. Þetta kom það flatt upp á minnihlutann að 2 formanna hans, þau voru ekki í salnum þegar Þórunn flutti ávarpið sitt. Forsætisráðherra talar neyðarúrræði. Minnihlutinn hafi ekki sýnt nein merki að þeir ætla að hætta málþófinu. Á sama tíma hafi þau verið að koma í veg fyrir að önnur mál tekin á dagskrá og með þessu hafi minnihlutinn í raun tekið sér neitunarvald á þinginu og þannig ætti þingið ekki að virka. Þetta var svona kjarninn í því sem forsætisráðherra sagði við mig í dag.
Sko þetta auðvitað ekki léttvæg ákvörðun hjá forseta og heldur ekki léttvæg ákvörðun hjá þingmönnum meirihlutans að greiða atkvæði með. En ég treysti því bara, og eins og ég segi, virði þessa ákvörðun forseta, hún mat stöðuna eftir gærkvöldi þannig að það yrði ekki lengur að komist í samningum. Það hefur verið reynt að semja í langan tíma. Við komum full af samningsvilja að borðinu, við vorum tilbúin í að fara í ákveðna málamiðlanir en þetta gekk bara ekki lengur. En Kristrún talar þarna samningsvilja en það verður tvennum sögum á honum. Já, heldur betur. Báðar fylkingar segja að þær hafi verið mjög tilbúin til að semja, að finna málabiljanir og alls konar tillögur. Það sem kannski stendur upp úr eftir samtölu mín í dag er hversu lítið traust það verðist vera á milli þessara fylkinga. Það er svona eins og hvorugur aðilinn hafi trú á því að það væri verið að semja í góðri trú. Við skulum kíkja smá dæmi. Enda hefur nálgunin hjá meirihlutanum hérna allan júlí og raunar lengur verið stór undarleg. Þeir fundir sem voru haldnir með formönnum, þeir fáu fundir virtust eingöngu til þess ætlaðir að koma í veg fyrir að samkomulag næðist með fúkyrðaflaumi og nálgun sem ég hef ekki séð áður hjá forystu ríkisstjórnar. Mér hefur þótt verið óþægilegt þegar við höfum setið á þessu fundum að veit ekki endilega hvort að við séum að semja við stjórnarandstöðuna einhvern annan aðila út í bæ. Það er ekki hægt að una því að fulltrúar sem ekki lýðræðislega kjörnir ákveði það hvernig þinglokum háttað eða hvaða mál komast í gegn. Svo finnst ég haldið til haga, þú ert að vísa í samtök fyrirtækis sjávarútvegs að upplýsingar hafi leikið beint þaðan og þau hafi reynst stjórnað umræðunum. Já, við höfum upplifað það, ég get ekki neitað því að við höfum upplifað það að það var alltaf einhver þriðji aðili sem var viðstaddur þetta samtal. Og þá leikur beinast við að spyrja hvaða afleiðingar hefur þessi ákvörðun? Ég held að til skamms tíma verði þær miklar. Það er mikið vantraust og grundað í góða milli fylkinga og það er svona ofta að semja þinglok og þetta er hreint út sagt ekki góður jarðvegur til þess. Og það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig þingmenn mæta til leiks næstu daga. Til lengri tíma, það veltur svolítið á því bara hvernig þingmenn bregðast við og hvernig þeir kjósa að haga sínum störfum. Það er allavega ljóst að dýnamíkin í þinginu, hún er breytt. Þær hafa kosið hér að reka fleyg í allt samstarf milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Það mun vitalega hafa áhrif. Ekki bara næstu mánuði, ekki bara út kjörtímabilið. Ég held að þessi ákvörðun sem tekin var hér í dag að beita þessu harða kjarnorku ákvæði gegn skattahækkunar frumvarpi. Saga mun dæma þennan gjörning illa og þetta mun hafa áhrif alla framtíð. Þessi tilskipanataktur, stjórnvalds ákvarðanataktur, þar sem að þing eru ýmist hundsuð eða bara tekin yfir. Þetta er eitthvað nýtt. Og ég hef áhyggjur af því að í framtíðinni sé þessi þröskuldur orðin lægri og á næstu kjörtímabilum munu þetta því miður, þetta fordæmi hugsanlega verða til þess að við eigum erfitt með að taka aftur upp hina siðina. En Magnús Geir, hvað tekur eiginlega við? Hvernig verður þingstörfum háttað í framhaldinu og maður spyr sig hvað öll önnur hin málin sem eru óafgreidd frá þinginu? Það er rosalega lítið sem við getum sagt til það. Það sem við vitum, það er þingfundur 10 í fyrramálið, það verður 3. umræða veiðigjaldsfrumvarpið og við gerum ráð fyrir því að það verði samþykkt sem lög þá á morgun. Ég talaði við þingforseta í dag, hún sagðist ekki alveg búin að ákveða hvernig framhaldið verður en sagðist vona að það er ekki samflytt þing fram á haust, eða það er að segja fram að næsta þingi. Kannski það eina sem hún vildi segja var að hún gerir ekki ráð fyrir að beita 71. grein aftur. Ég vona auðvitað að þetta sé undantekning. Ég vona að þessi langa umræða sé undantekning af því að viðbrögð mín eru við henni. Ég vona líka að okkur takist í framtíðinni og næsta þingvetur að skipuleggja þingstörfin sómasamlega og í sameiningu þannig að samstaða sig þau á þinginu. Nú Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokks, gegndi embætti forseta Alþingis 2017. Í samtali við Fréttastofu fyrr í dag sagði hún dapurlegt að þessi staða væri komin upp. Já, það hefur til dæmis, ef maður les fræðin, þá hefur stundum verið talað þetta sem dauðan lagabókstaf vegna þess að þegar þú beitir því, að þá eru afleiðingarnar slíkar að hver verður friðurinn eftir, þannig að þess vegna hafa menn ekki verið að beita því síðustu 66 árin, heldur farið í það að semja sem er miklu betri leið og miklu vænlegri til árangurs og fyrir íslenska lýðveldið.
Hvað áhrif heldur þetta hafi á samstarfið á næsta þingvetri? Ég hef bara gríðarlega miklar og þungar áhyggjur af samstarfinu og þingi og þar af leiðandi þetta ekki gott fyrir íslensku þjóðina. Afar sjaldgæft að 71. grein þingskaparlagana sé beitt til að takmarka ræðutíma á Alþingi þó að heimildin hafi verið í þingskaparlögum frá því á 19. öld. Skrifstofa Alþingi segir 5 dæmi þekkt að henni hafi verið beitt. Árið 1937 var hver ræða takmörkuð við 10 mínútur. Ræður höfðu staðið í 3 klukkustundir. Árið 1947 var sama ráðstöfun gerð eftir 8 klukkustunda umræður. Áður en síðari umræða hófst aðild Íslands að NATO árið 1949 samþykkti Alþingi tillögu forseta að takmarka hana við 3 klukkustundir. Árið 1959 samþykkti Alþingi tímamörk á umræður sem höfðu staðið í 6 tíma og eina nótt árið 1989 ákvað forseti að stytta ræðutíma og loka umræðum. Það reyndist þó brot á þingskaparreglum því forseta láðist að fá samþykki þingsins. Alþýðuflokkurinn var í ríkisstjórn í öll þessi skipti og Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur í öll skiptin nema 1. En nú hefur þessu tæki verið beitt á ný og Fréttastofa fór á stúfana í dag og spurði fólk á förnum vegi hvað því þætti atburði dagsins og síðustu vikna. Hvað finnst þér þessa ákvörðun þingforseta stöðva umræðuna í þingi? Ég finnst þetta bara fáránlegt og þetta á eftir að koma í bakki á þeim. Var þetta ekki bara löngu komið gott? Ég held það. Allir bara búin að fá nóg af þessu. Þetta er bara allt í lagi. Löngu komið tíma að bara stoppa þetta. Það er náttúrulega fáránlegt. Þetta er, þetta er tól fyrir minnihlutahópinn líka að geta rætt hlutina. Það er bara stórfurðulegt að vera að taka það í rauninni tækifæri af þeim. Það er sko löngu tímabil. Tímabil fyrir búin að eyða fleiri klukkutímanum saman að reyna að ná saman og þetta er bara eins og leikskóli. Þeir eru að rífast sömu skófluna og það er mín skoðun á þessu. Mér finnst það bara gott. Ég er bara ánægð með þetta. Þetta var nú orðinn hálfgerður hringlandi þarna inni. Þeim til skammar. Hvernig líst þér á að breytingar og útreikningi veiðigjalds verði að lögum? Mér líst illa á það. Þetta bitnar aðalega á sjómönnum. Alltaf gert það. Ég var sjómaður í marga áratugir og þetta bitnar mest á sjómönnum. Vel bara. Það er löngu tímabært líka. Sko, mér líst vel á það. Því að við eigum náttúrulega öll fiskinn í sjónum og ég á strandveiði sjómann og ég er bara mjög hlynnt þessu. Við eigum að fá peningana fyrir þetta. Er það ekki bara það sem þjóðin vill? Já, og við ætlum að tala við Ólaf Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði eftir stutta stund en ætlum fyrst að snúa okkur af öðrum fréttum kvöldsins. Bíður örstuð. Lögregla telur sig hafa fundið á 4. tug þolenda mansals í umfangsmiklum aðgerðum í síðasta mánuði, langflest í vændi. Einn var handtekinn í aðgerðunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, lögreglan á Suðurnesjum, embætti ríkislögreglustjóra og tollgæslan tóku þátt í aðgerðunum sem eru hluti af alþjóðlegum aðgerðum Europol, Frontex og Interpol gegn mansali. En þær náðu til 43 landa. Við leggjum upp með það að reyna að ná til sem flestra hugsanlega þolenda mansals með því að fara til þeirra og tala við og bjóða þeim aðstoð. Svo felur þetta í sig líka það að landamærin eru að fylgjast með flugi, greina það með tilliti til þolenda, hugsanlega þolenda og hugsanlega gerenda líka. Alls var farið inn á 3. tug heimila eða húsa hér á landi og athugað með 250 manns. Af þeim eru 36 talin þolendur mansals, langflest frá Rúmeníu og konur í miklum meirihluta. Af þeim voru 34 í vændi en öll dvöldu í húsnæði í miðborginni eða næsta nágrenni. Lögregla býður þeim í kjölfarið aðstoð. Það gengur ekkert alltaf vel. Það eru mjög skeptískar en það er hægt að tala þær til og tala við þær. Þetta byggir alltaf trausti og þannig náðu til þeirra. En þær eru ekki alltaf tilbúin að tala. Voru einhverjir handteknir í aðgerðunum? Það var einn handtekinn fyrir kaupavændi og hann bara gekk undir sektargerð. Lögregla telur að mansalið hér sé stýrt bæði erlendis frá og hér á landi, en enginn var handtekinn grunaður að koma að skipulagningu mansals í aðgerðinni. Gunnar segir að hún hafi fyrst og fremst verið ætluð til að bjóða þolendum aðstoð. Setja þurfi meiri kraft í mansalsrannsóknir. Þetta eru virkilega erfiðar rannsóknir og
bæði varandi tungumálaörðuleika og annað sem hefur margótt komið fram. Það þarf meiri kraft í þetta. Og þessu næst þá erum við komin í samband við Ólaf Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði sem við ætlum að ræða við atburðarásina á Alþingi í dag. Ólafur, stjórnarandstaðan segir þessa niðurstöðu til marks uppgjöf Kristrúnar Frostadóttur, hún hafi ekki getað samið við þau. Er það rétt að þínu mati? Ég hef engar forsendur til að dæma það. Þetta svona dæmigert karp, útlensku oft kallað blame game, en hins vegar mátti öllum vera ljóst að ef að sáttinn þinglok átti að felast í því að ríkisstjórnin annarkvort drægi veiðigjaldafrumvarpið tilbaka eða gerði á því grundvallarbreytingar, þá yrði engin sátt. En Ólafur, er Alþingi starfhæft eftir þessa atburðarás? Mun stjórnarandstaðan til dæmis grípa til hefndaraðgerða? Já, það er mjög góð spurning. Þeir sem hafa varað við því að beita 71. greininni hafa einmitt haldið því fram að það gæti leitt til þess að það yrði algjör upplausn í þinginu, engin mál kæmist í gegn. Nú verðum við bara að sjá hvort að sá spádómur rætist eða ekki. Ég reyndar ekkert vissum að svona þegar vígamóðurinn rennur á mönnum eftir helgina að stjórnarandstaðan telji mjög hyggilegt að leggja í slíka vegferð, en maður veit auðvitað ekki. Það hefur mikið verið rætt lengd umræðunar og þá málþófshefð sem er hér á landi. Já, er komin tími til að breyta þingskapalögunum? Það er löngu komin tími til þess að taka á þessari málþófshefð og afnema hana. Hún hefur lengi verið, eins og margir mætir menn hafa bent á, hún hefur lengi verið ein helsta meinsemdin í íslenskum stjórnmálum. Og málþóf að þessum íslenska hætti er óþekkt á Norðurlöndunum og það er algjörlega fáheyrt eins og hefur verið hér eftir breytingu á þingskapalögunum 2007 að þingmenn geti tæknilega haldið málþófi áfram endalaust nema 71. greinin sé notuð. Og við málþóf af þessu tagi sem að nú hefur staðið í 4 heilar vinnuvikur, 2019 stóð það í 3,5 vinnuviku þriðja orkupakkan og við svona vinnubrögð er auðvitað ekki búandi í nokkru þingi. Og núna væri heppilegast að menn settust niður og reyndu að endurskoða vinnulag og þingsköp þannig að okkar þing myndi starfa með svipuðum hætti og hefur gefist svo vel á hinum Norðurlöndunum. Einmitt nú sjáum við bara hvað setur og hvað gerist á næstu dögum og vikum. Ólafur Þ. Harðarson, bestu þakkir fyrir þetta. Og þá höldum við áfram með aðrar fréttir. Ísraelsk stjórnvöld hafa gert Gaza að grafreit barna og hungraðra. Þetta segir yfirmaður flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna í Palestínu. Þrátt fyrir margítrekaða gagnrýni er dreifing mannúðaraðstoðar enn á valdi bandarísku samtakanna GHF að beiðni ísraelskra stjórnvalda. Ísraelskir hermenn hafa reglulega skotið á fólk við dreifingarstöðvar samtakanna frá því í lok maí. Where people are lining up for essential supplies such as food and medicine, and where they are being attacked, where again, as my colleagues have said, they have a choice between being shot or being fed. This is unacceptable and it's continuing. Up until the 7th of July, we've recorded now 798 killings, including 615 in the vicinity of the GHF sites and 183 presumably on the routes of aid convoys. Í dag eru 30 ár frá því að hersveitir Bosníu-Serba réðust inn í bæinn Srebrenica og frömdu þjóðarmorð á múslimum. Fórnarlamba voðaverkana var minnst víða í Bosníu og Hersegóvínu. Til þessa hefur alþjóðlegi sakamáladómstóllinn í Haag dæmt 54 fyrir glæpi tengda þjóðarmorðinu, 5 fengu lífstíðardóm. Sárin eru ekki gróin, mörg þeirra sem voru aðeins börn á þessum tíma muna vel eftir atburðunum. Es war ein sehr, sehr, sehr heißer Julitag, das weiß ich noch. Mein Großvater und meine Oma, also väterlicherseits, sind noch geblieben, weil meiner Oma es nicht so gut ging. Und er wollte noch einen Tag bleiben und am nächsten Tag dann nachkommen. Das ist leider nicht passiert. Er wurde von meiner Oma dann getrennt, er wurde abgeführt. Sie hat sie angebettelt, dass man sie auch mitnimmt. Wenn man sie schon mitnimmt, soll man sie auch mitnehmen. Man hat sie zurückgelassen, ihn hat man abgeführt und
2008 haben wir halt seine Überreste in einem Massengrab dann gefunden. Þjóðarmorðin í Srebrenica í Bosníu eru talin mestu grimmdarverki Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar. Bærinn Srebrenica er í austurhluta Bosníu og Hersegóvínu við landamærin að Serbíu. Múslimar voru þriðjungur íbúa svæðisins en Bosníuserbar vildu ná yfirráðum. Á aðeins 10 dögum í júlímánuði 1995 voru 8.000 múslimar myrtir, flestir karlmenn á aldrinum 16 til 60 ára. Maður sem flutti hingað til lands snemma á 10. áratugnum vegna stríðsátaka í Bosníu segir mikilvægt að minnast tímamótanna. Já, þetta eru alltaf blendnar tilfinningar. Því að þetta bara ótrúlegt að í lok 20. aldar hafa svona voðaverkin hafa verið framin í Evrópu, í nánast hjarta Evrópu. Og fólkið ennþá að reyna að vinna úr því. Sérstaklega þess sem hafa mist ættingja. 40.000 bosnískir múslimar hafðu flúið til Srebrenica undan þjóðernishreinsunum Bosníu-Serba, en bærinn var á verndarsvæði Sameinuðu þjóðanna. Hersveitir Bosníu-Serba héldu inn í bæinn 11. júlí 1995 og hollenskir friðargæsluliðar Sameinuðu þjóðanna sem þar voru fyrir gerðu ekkert til að stöðva ódæðið. Í kjölfarið reyndu hersveitirnar að hilma yfir voðaverkunum með því að koma líkamsleifunum fyrir í 100 fjöldagrafa. Það ennþá í dag í gangi vinna að bera kennsl á líkamsleifar sem eru fundnir. Það ennþá eftir 30 ár liggur ekki endanleg niðurstaða hvað margir voru drepnir. Líkamsleifar rúmlega 6.700 manns sem fundist hafa í fjöldagröfum hafa verið jarðsettar á ný í minningarkirkjugarði í Srebrenica sem opnaður var árið 2003. Við árlega minningarathöfnum þjóðarmorðið eru fórnarlömb sem búið að bera kennsl á lögð til hinstu hvílu á þessum degi og í ár verða 7 þeirra grafin þar. Einnig gengin 100 kílómetra löng friðarganga til minningar þá sem voru drepnir. Gangan tekur 3 daga. Þáttakendur ganga sömu leið og fólk flúði frá Srebrenica fyrir 30 árum. 30 godina napunio, 30 godina kako sam izgubio oca, 30 godina nakon genocida. Emocije su se neopisljive. Það vantar þessi uppgjör svo það hægt að horfast áfram bara á betra framtíð og setja þetta svona endanlega bakvið sér eins og sagt En það því miður ekki ennþá búin að gerast. Því að eins og ég mjög oft segi að það bosnísk stjórnvöld því miður eru ennþá talin af alþjóðasamfélaginu ekki nóg mikið þróuð og nóg mikið þroskuð til að sjá sitt land sjálf. Ég bara vona að með því að við erum að minnast á þennan atburð árlega og allan tíman að þetta hjálpar að knýja einhver tíman einmitt þessari vinnu sem mundi ljúka þessu og gera upp. Og að allt öðru símamótið stærsta fótboltamót ársins hófst í Kópavogi í dag. 3.000 stelpur af öllu landinu taka þátt í mótinu en það hefur verið haldið á hverju ári frá 1985. Hér í Fífunni í Kópavogi stendur nú yfir stærsta fótboltamót landsins þar sem 3.000 stelpur munu keppa á næstu 3 dögum og hér gríðarleg stemning. Alls verða spilaðir 1600 fótboltaleikir. 1000 manns starfa við mótið og ætla má að 10.000 manns sæki Kópavog heim þessa daga. Þetta í 41. sinn sem mótið haldið og síðan hefur það bara undið upp á sig, en hvað hefur breyst? Fótboltinn að verða flottari og flottari og flottari og betri og þetta eru bara tilvonandi landsliðsmenn á hverju strái hjá okkur. Flestar landsliðskonurnar í dag hafa spilað á þessu móti og Hlynur segir að tenging landsliðsins við símamótið sé órjúanleg. En hvernig verða næstu dagar? Rosa mikill fótbolti og rosa mikill gleði og kvöldvaka á morgun, rosa stór kvöldvaka. Úrslitaleikirnir allir á sunnudaginn, þannig að það verður nóg með vera. Það skiptast á skin og skúrir á fótboltavellinum, en utan vallar eru allar glaðar. Við erum búin að fá fyrsta leikunum var jafntefli og svo næsti var töpuð við pínum mikið. Fyrstinu við 5-0 og næsti leikur það endaði 3-3. Frábært og hlakkið til að fara í næsta leik?
Já. Aftur, hver eru bestir? Breiðablik! Og þar skulum við sjá hvernig viðrar á fótboltastúlkur. Í fyrramálið verður hæg breytileg átt á landinu og yfirleitt þurrt, helst líkur á sólskini norðaustanlands og vestanvert landið. Síðdegis þykknar upp sunnan og austanlands með súld eða rigningu og hiti verður á bilinu 12 til 20 stig og það verður hlýjast norðaustan til. Nánar verður fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta lauk keppni á EM í gær. Sérfræðingur RÚV segir að nú þurfi að rýna í frammistöðuna til að liðið haldi í við það aðra þjóðir sem það vill bera sig saman við. Þótt íslenska landsliðið sé dottið úr keppni heldur mótið áfram og 2 leikir voru spilaðir í kvöld. Kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir varð í dag fyrsti Íslendingurinn til að vinna móti í Access Evrópumótaröðinni. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að forseti Alþingis ákvað í dag að stöðva umræðu veiðigjaldið og fara beint í atkvæðagreiðslu án umræðu. Stjórnarandstaðan brást afar hart við og sakaði meirihlutann að hlusta ekki. Dagurinn væri dimmur dagur í þingsögunni. Lögregla telur sig hafa fundið 36 þolendur mansals í stórri fjölþjóðlegri aðgerð í síðasta mánuði. Langflest höfðu verið seld kynlífsmansali. 30 ár eru í dag síðan hersveitir Bosníuserba réðust inn í Srebrenica og frömdu þjóðarmorð á múslimum. Bosníumaður búsettur hérlendis segir mikilvægt að minnast tímamótanna en eigi eftir að gera voðaverkin upp. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. Svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Leið og við vonum að þið njótið helgarinnar nú hásumarið. Verið þið sæl.